Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 5. febrúar er fyrsti sunnudagur í 9 vikna föstu. Þema dagsins er laun og náð. Í lexíunni er áminning að gleyma ekki Guði þegar vel gengur. Í pistlinu segir Páll að grunnurinn að trúnni sé lagður en ekki séu allar kenningar hreinar. Og í Guðspjallinu er dæmisaga trúa og ótrúa þjóna og launin sem þeir uppskera. Pistillinn sem ég ætla að lesa fléttast við Guðspjallið en við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum hvað Páll skrifar til Korintumanna. Sem vitur byggingastjóri hef ég lagt grundvöll eftir þeirri náð sem Guð hefur veitt mér, en annar hefur byggt ofan á. En sérhver athugi hvernig hann byggir. Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. En ef einhver byggir ofan á grundvöllin, gull, silfur, dýra steina, tré, hei eða hálm, þá mun koma í ljós hvernig verk hvers og eins er. Dagurinn mun leiða það í ljós af því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt verk hvers og eins er. Ef það fær staðist sem einhver byggir ofan á, mun hann fá laun, en brenni það upp mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann komast af, en þó eins og úr eldi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þemað í dag er laun og náð. Bréfið skrifar Páll til safnaðarins í Korintu. Korintuborg var grísk hafnaborg þar sem að mörg þjóðabrot mættust og stundum má greina í bréfinu átök á milli kirkjunnar og annast átrúnaðar í samfélaginu. Páll líkir uppbyggingu safnaðarins við byggingu hús og að hann hafi þegar lagt grunninn eftir náð Guðs. En síðar muni aðrir koma til með að byggja ofan á það sama grunn. Því fylgir mikil ábyrgð því að í þessu samfélagi fjölmenningar boði ekki allir hreinar kenningar. Þarna voru margir predikarar og margar kenningar í gangi. Páll skrifar að annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem er lagður er, sem er Jesús Kristur. Kristur er hornsteinn kristinna trúar, en í fjölmenningarsamfélagi er hætta á blöndun. En sérhver athugi hvernig hann byggir, skrifar Páll, þegar hann bendir á að boðun orðsins sé misjöfn. Sum kennsla sé varanleg og henni líkir hann við gull, silfur og steina. Líklega ekki gimsteina, heldur granít og marmara sem voru notaðir til að byggja dýr musteri. Predikun orðsins gæti haft óviðjafnanlegt gildi til uppbyggingar fyrir hinn kristna mann, en einnig gæti hún verið vita gagnslaus. Og þeim kenningum líkir hann við tré, hei og hálm sem fuðra upp í eldi. Gull og silfur jú bráðnar, en dýrir byggingasteinar standa. Þessi vers hafa oft verið notuð til að lýsa lífi kristina almennt. Á vissan hátt erum við allt lífið að byggja upp og bæta við reynslu okkar og þekkingu. Og ef við skoðum myndlíkingu Páls sem hann notar síðar í bréfinu, þar sem hann skrifar: Vitið þið ekki að þið eru musteri Guðs og að andi Guðs býr í ykkur? Ef nokkur eyðir musteri Guðs, mun Guð eyða honum því að musteri Guðs er heilagt og þið eru það musteri. Þarna sjáum við hvers vegna það er svo mikilvægt að öll fræðsla til safnaðarins sé gagnleg uppbygging. Hún sé hlaðin úr graníti og marmara, en ekki úr hei og hálmi.
Því góð fræðsla er nauðsynleg hverjum manni til þess að byggja upp sitt eigið musteri. Páll skrifar þessi bréf því hann gerir sér grein fyrir ábyrgðinni á góðri fræðslu og til þess að halda sér á réttri leið hafa þessi bréf verið lesin og þau hafa talað til safnaðana í gegnum aldirnar. Páll skrifar að árangur vinnu okkar kom ekki fram fyrir en síðar á ákveðnum degi. En sá dagur mun leiða það í ljós, þar að segja hver árangurinn er, af því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt verk hvers og eins er. Þá mun koma í ljós hvort kennslan eða fræðslan hefur verið gagnleg og uppbyggileg fyrir okkar eigið musteri, hvort það mun standa því að hið gagnslausa mun eyðast. Það sama á við þjónustu við Guð. Þjónar sem hafa fært Guði dýrð og blessanir til safnaðarins tákgrænt í formi byggingasteina mun eldurinn ekki hafa áhrif á. Á hinn bóginn mun þjónum sem byggja ekki upp vera eitt. Margir myndu kannski segja að þetta væri harður dómur og spyrja sig hvort að það sé nú ekki öfugmæli að vera kallaður þjónn Guðs en verða samt sem áður eitt. En það kemur af því að Guð vill ekki gefa upp vonina með okkur fyrir í fulla hnefana. Ræningin á krossinum tók til dæmis við Jesú á síðustu stundu. Í Guðspjallinu er dæmisaga Jesú mann sem ætlaði úr landi. Hann kallaði til sín 3 þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fékk hann 5 talentur, öðrum 2 og þeim 3. 1, hverjum eftir hæfi. Síðan fór hann úr landi, en sá sem fékk 5 talentur fór og ávaxtaði þær og græddi aðra 5. Eins gerði sá sem fékk 2. Hann græddi aðra 2. Þó að þeir 2 hafi ekki fengið jafn marga talentur, þá var ávöxtun hvors um sig 100%. En sá sem fékk 1 talentu varð hræddur og fór og gróf fé húsbónda síns í jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og lét þá gera skil. Við báða sem skiluðu 100% ávöxtun, sagði hann: Gott, þú góði og trúi þjónn. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð herra þíns. En við þann sem að gróf féð, sagði hann: illi og lati þjónn. Þessum þjóni skorti trú til að ávaxta 1 talentu. Svo hún var tekin af honum, gefin öðrum, og hann var sagður vera ónýtur þjónn og var rekinn út í ystu myrkur. Maðurinn í sögunni er Jesús, sem felur þjónum sínum að breiða út boðskapinn, og hann kemur aftur, löngu síðar kemur í ljós hvernig þjónar hans stóðu sig. Svo að þessi saga, eins og svo margar aðrar, fjallar endurkomu drottins og hvaða þjónar eru trúir og hverjir ótrúir. Allir eru þeir kallaðir þjónar, en við reikningsskilin kemur staða hvers og eins í ljós. Maðurinn í sögunni hafði greinilega úr fleiri þjónum að velja, en hann kallaði aðeins á 3 og þessir 3 þjónar geta ef til vill táknað ákveðna hópa fólks, gyðinga, kristna og þá sem að trúa ekki á neitt sérstakt. Þjónarnir sem voru ekki kallaðir til að ávaxta eigur húsbóndans geta því táknað öll önnur trúarbrögð heimsins. Í lok dæmisögunar, eftir að hafa tekið talentuna af ónýta þjóninum og gefið hana þeim sem fékk 5 talentur, segir Jesús: Hverjum sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð.
en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Þetta eru hinn margumtöluðu laun sem hinum trúföstu lofað. Þeim sem vilja og vinna að því að standa í dýrð Guðs verður gefið meira, en þeim sem gefið sama tækifæri en nýta það ekki, glata því, það verður tekið frá þeim. Og bara svo það sé á hreinu varðandi þjónana, þá fengu þeir tveir ekki inngöngu í ríki Guðs fyrir að vinna góð verk, heldur fyrir að vera trúfastir húsbónda sínum. En snúum okkur aftur að bréfi Páls. Í Korintuborg mættust margir menningarstraumar og Páll sá hættu á því að ofan á hans grunn yrðu lagðar gagnslausar kenningar sem hefðu keðjuverkandi áhrif, kirkjan myndi smám saman sveigja af leið og allur söfnuðurinn myndi glatast. Þegar fólk alið upp við ákveðna reglur, ákveðin trúarbrögð eða siði, þá kostar breyting átök. Hinn kristna trú krefst sinnaskipta, ekki að bæta nýjum átrúnaði við hinn gamla, heldur að skipta hinnu gamla út fyrir nýja trú. Ný trú gat klofið fjölskyldur, skapað sundrungu, eins og Jesús lýsir því í Matteisi hann sagði: ætlið ekki að ég sé komin til að færa frið á jörð. Ég kom ekki til að færa frið, heldur valda sundrungu. Ég komin að gera son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni, og heimamenn manns verða óvinir hans. Trúskipti gátu kostað vinslit og útskúfun úr fjölskyldunni. Launin verða ríkuleg, en eins og lexían greinir frá, þá auðvelt að gleyma sér þegar vel gengur. Gæt þess að þú gleymir ekki drottni Guði þínum. Þú skalt ekki hugsa með þér: ég hef aflað þessara auðæfa með eigin afli og styrk handar minnar. Minnstu heldur drottins Guð þíns, því það var hann sem að gaf þér styrk til að afla auðs, til þess að standa við sáttmálan sem hann sóð feðrum þínum eins og hann gerir enn í dag. Já, þema í dag laun og náð. Páll skrifar að grunnurinn að kristinni kirkju hafi verið lagður og hann sé byggður á Jesú Kristi. En áskorun þjónaguðs að byggja ofan á þennan grunn með hreinum kenningum. Heimsmyndin mjög breytt í dag frá því á dögum Jesú. Nú eru flest samfélög orðin fjölmenningarsamfélög eins og var í Korintu, og því enn mikilvægara að vanda alla fræðslu svo hún verði uppbyggileg. Sagan í Guðspjallinu hvetur þjóna Guðs til að ávaxta talenturnar í trúartrausti, því að það Guð sem gefur okkur styrkinn til þess að afla okkur hinna andlegu auðæfa. Og Páll segir að þessi auðæfi, þar að segja þekkingin á orði Guðs, sé tákgrænt séð marmari sem byggir upp okkar eigin musteri. Musteri sem hann segir að þurfa að standast eldinn á hinum ódagsetta degi í framtíðinni, þegar húsbóndinn kemur aftur og lætur þjóna sína gera skil. Þeim sem ávaxta talenturnar sem þeim var treyst fyrir boðið í Guðs ríki. Eins og sagði í sögunni: gakk inn í fögnuð Herra þíns. Ávöxtun talentana og bygging musterisins, musteris heilags anda sem býr í okkur, verður að vera okkar verk, og launin fyrir trúfestina náð Guðs. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig
og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.